Enn einn leiðinda dagurinn, sagði Palli. Njalli horfði á regnið, honum var meinilla við rigningu. Þvílíkur dagur, bréfin eru blaut, allt er blaut. Það rigndi enn þegar Palli kom að pósthúsinu. Ömurlegt veður, líttu bara á bréfin. Ótrúlegt að þau skuli ekki orðið svona blaut, bara á leiðin í póstkassan. Það er eins og þau hafi lent í þvottavél. Já, ég skil þig vel. En takk það ekki nær þér, þau þotna aftur. Þú verður að gæta þín á flóðum ofar í dalnum. Spáin gerir ráð fyrir enn meira regni. Hafðu engar áhyggju, Gugga. Ég kem póstinum þangað sem hann á að fara. Nú, hann er hættur að rigna. Bless, bless. Og Palli lagði af stað. Þetta var hræðilega drungalegu dagur. Fólk varð jafnvel að hafa ljósin kveikt í húsunum sínum. Hvað hafði komið fyrir Pétur? Palli nam staðar til að athuga það. Það er þetta fjárans regn. Ég festi dráttarvélina mína niður á engjum. Það flæði næstum yfir hana þar. Svo rasaði ég og datt í aurinn. Það, einhver líkar en þú hafi baðað í honum, sagði Palli. Já, það lánum við. Ég ætla að fara heim og skipta föt. Svo ætla ég að ná í aðra dráttarvél til að draga þá gömlu upp. Gangið vel, sagði Palli. Mér sýnist vera að glaðna til. Bless, bless. Þegar Palli kom að skólanum voru börnin einmitt að gá að því hvort ekki væri farið að stytta upp. Palla til mikillar undrunar var það Kalli sem kom að sækja bréfin í staðinn fyrir Villa. Halló Kalli, hvar er Villi? Hann fékk frí úr skólanum í dag. Það er víst heilmikil flóð við Tómasarbæ. Hann er að hjálpa pabba sínum að koma kindunum í hús. Æja, mistu nú ekki bréfin, þau með ekki við ég að rennblotna aftur. Það er gott að einhver hefur gaman af rigningunni, hugsaði Palli. Úps, passaði nú. Bless, bless. Palli hitti Pétur aftur í Grænadalskoti. Pétur var búinn að skipta föt. Komdu og sjáðu þetta, Palli. Hann sýndi Palla nýja dráttarvél með ítökum. Þessi ryðst yfir hvað sem sagði hann. Því trú ég vel, sagði Palli. Ó, hér er pósturinn þinn. Þakka þér fyrir. Og vertu nú sæll. Jón átti líka í mestu vandræðum með regnið.
Góðan dag, Palli, sagði séra Jón. Það rignir yfir réttláta og rangláta. Gættu þín. Ég ætla að biðja Steina smið að koma með stigann sinn og líta á þakið, sagði Palli. Vertu sæll. Vertu sæll, Palli. Hann hitti Svenna farandkaupmann á veginum. Farðu varlega, Palli, sagði Svenni. Það hefur flætt veginn og ofar í dalnum. Gamli skrjóðurinn lætur það ekki stöðva sig, sagði Palli. Ég ætla að fá nokkra banana. Konan mín svo sólgin í þá. Þakkaði fyrir. Þakkaði fyrir, Palli. Njalli vildi helst bíða í bílnum. Hann langaði ekki til að blotna. Þegar þeir kom að hæðunum, sáu þeir Dóru Tómasar á veginum. Hún veifaði þeim og gaf þeim merki að stoppa. Halló, Dóra, eitthvað að? Spurði Palli. Það flæðir yfir efstu akrana, Palli, og það er komin stór skriða sem lokar veginum. Komdu og sjáðu. Hamingjan góða, sagði Palli. Getum við ekki hringt niður í þorpið og fengið hjálp? Nei, línurnar eru slitnar. Getum við þá ekki komist yfir hana gangandi? Og það er allt of hættulegt í þessum flóðum. Ný skriða gæti kaffært þig. Hérna kemur Andrés. Hann ætlar að reyna að komast yfir á dráttarvélinni sinni. Heldur að þér takist það? Spurði Palli. Ég ætla að minnsta okkar að gera heiðarlega tilraun. Og hann lagði af stað á ofsahraða. En festist. Þetta þýðir ekkert, sagði Andrés. Við verðum einhvern veginn að ná í hjálp. Nú kom Villi með flugvélarlíkanið sitt. Ég kann ráð, sagði hann. Við getum komið skilaboðum fyrir í flugvélinni minni. Svo flýgi henni yfir að Grænadal til að fá hjálp. Hún er nefnilega fjarstíð. Sjáu bara. Frábær hugmynd. Þú ert duglegur drengur. Við sendum þá bréf í flugpósti. Palli hripaði eitthvað niður á miða. SOS. Það nægir. Svo batt hann miðan við flugvélina með snærispotta. Gangiði vel. Við skulum vona að miðinn komist til skila. Ó, ég hugsaði að takist. Villi er duglegur drengur. Hann smíðaði vélina sjálfur. Villi kom vélinn í gang. Og hún flaug af stað. Þarna fer hún. Hún er betri en nokkur bíl. Ha, ég vildi gjarna skipta á mínum bíl og þyrlu.
Tíminn leið hægt. Palli var farinn að halda að flugvélin hlyti hafa hrapað þegar hann heyrði háværan vélardinn handan skriðunnar. Þar kom Pétur á nýju dráttarvélinni, þessari með ítutönninni. Ég fekk skilaboðin. Gætið ykkar nú. Þakkaði fyrir, Pétur. Allt í lagi. Palli gaf Svenna merkjum að halda áfram. Hann slapp naumlega. Steini smiður var að gera við vegg hjá Bínu. Og Palli mundi allt í einu eftir dálitlu. Getur ekki litið á kirkjuþakki, Steini? Presturinn þurfti að fylla kirkjuna fötum. Ég bregð mér þangað þegar ég loki við vegginn. Þessi úrhellis rigning hefur endalausa vinnu í för með sér. Fröken Randalín var að fara á söngæfingu hjá kirkjukórnum. Þú ættir að snúa við, sagði Palli. Annars getur þú lent í því að þurfa að synda heim. Synda, sagði fröken Randalín. Það þarf nú meira en nokkra rigningadropa til að stöða mig. Og áfram hélt hún. Það er best ég legg í hann líka, sagði Palli. Bless, bless. Palli hélt leiðar sinnar eftir dalnum. Það virtist alltaf rigna á nýjan leik. En heima beið hans snarkandi arineldur sem hann ætlaði að ordna sér við þegar öll bréfin væru komin til skila.